Já, byrju, það þarf að færa, taktu, byrju, þú ert að færa það eins. Íta að hérna barnabílstólum. Já, þá er að snúa honum einhvern veginn. Svona, þá kemstu aftur. Svona. Síðustu viðbrögð ég heyrði á Íslandi ljóð. Voru hugsanlega Nonni og allir Íslandi en Einmitt, já. Hvað heitir það? Hann hét eitthvað mjög svipað á einhver sjónvarpsþáttur, en ekki alveg það sama. Já, ekki Glerskálinn. Já, en eitthvað í þá áttina, já. Það var einmitt. Já. Garðskálinn, hét hann ekki bara? Kannski. Eða var það sjónvarpsþátturinn? Laufskálinn var sjónvarpsþátturinn, Garðskálinn var Lommi og Vídalín. Það var mjög skemmtilegt. Já. Það hefur mikið klift. Og voru það fíknir, sko. Já. Já, það er mikið klift, það er rétt. Mikið fíblarætti. Það var En þetta mynd, sko, þú veist, að fíblast með, sko, ljóð einhvern veginn, situr í mér fyrir vikið sem svona default-stilling ef maður ætlar að tala þau á annað borð. Það er erfitt að, Já. ég finna að það er smá vinna að túna sig inn á, að bara, Já, sko það sem mér... af alvöru. Það sem mér finnst bara erfiðast að tala ljóð og bókmenntir almennt er eiginlega það bara að detta ekki í allar klisjurnar. Að fara ekki bara, þú veist, að segja já, maður þú veist, eitthvað það þarf að vera mikilvægt og maður þarf að sinna fegurðinni og það þarf að vera eitthvað erindi og þú veist, eða skilur þú veist, bara allt þetta það kom alltaf upp einhvern veginn sömu spurningarnar og svörin við þeim verða alltaf þau sömu. Er það erfiðara með þessa bók en fyrir bækur? Nei, ég held þessi bara alltaf erfitt, sko. Sé alltaf einhvern veginn alltaf eitthvað vesen, sko. Ég get náttúrulega, þú veist, með þessa bók 5 ljóð, samstarf, forlagið, Þú getur líka veifað inntekki að þú með, sko. Já, ég nenni ekki taka það. Þá er sem sagt, þú veist, af því ég get sagt að það sé eitthvað tiltekið. Ég get sagt að ljóðin eru þarna nokkur, og ég get sagt hvað þau eru. Þú veist, einhvern veginn, ég get sagt að sem sagt, og borgir þú veist, Hamraborg í Kópavogi og Hamraborg í Ísafirði og ákveðin svona, tengsl sem ég fór að vinna með hvernig staðir og tímar geta tengst þrátt fyrir einhverja fjarlægðir og verið einhvern veginn, ég geti búið til stað sem væri einhvern veginn, þú veist, báðir staðir í einu og fleiri, eða margir staðir í einu og margir tímar í einu. Þú veist, þríhjóli síþjóðan bara fyrir dóttur mína þegar hún fæddist, sem að þú veist, gerðist í miðum skilnaði og var, þú veist, bara dramatist og mér fannst þess að hún væri að missa hana líka á sama tíma. Svo er það erfiðast stundum að muna hvað þessi helst ljóð heita, þó þau séu bara 5. Að það er sem sagt ljóðið fjallið, sem sagt það birtist svona skuggamynd af fjallinu, er sem sagt fjallið undir Gleðihjalla sem er eiginlega afleiðing af því að hafa verið að skrifa náttúrulögmálin og verið að stara svo mikið á þetta fjall. Þetta er svona eftirhreitur af því að hafa verið að hafa ort svona mikið á þetta fjall. Það er svona síðasta sem ég átti eftir það að segja. Þannig að þú veist, ég get farið einhvern veginn þangað. Mér finnst það var þægilegt. Það var kannski sumar af hinum ljóðabókunum eins og, þú veist, Óratorrek, þú veist, til dæmis. Í raun og veru það kláraði ég mjög hratt það sem ég vildi segja hana. En svo get ég haldið áfram að delera, sko, einhvern veginn. En þú veist, í raun og veru þá er hún bara það, ég var að innbyrða svo mikið af einhverju svona internet orðræðu sem ég sem var öll í belg og biðu sem ég vildi einhvern veginn bara, þú veist, forma í einhverja hnullunga og þú veist, og svo er þetta, þú veist, margir hnullungar og þeir eru með, þeir eru ólíkir að innihaldið einhverju leitinu en þeir eru allir sama formið og þeir eru einhvern veginn, hreyfa sig eins. Þannig að, ég hafði ekkert mikið meira það að segja, heldur bara það. Mér finnst líka, svo bók og fyrirbæklunar
upplifun bæði af bókunum og samtölum eru þau sko eru þær alltaf verið í sko, hefur alltaf verið ljóð gegn ljóðlist eða gegn einhverju fyrirframgefnu formum ljóðlist eða gegn Já. alveg svona Eiginlega samt að undanskildi fyrstu bókinni sko. ok, Camus and the Pestir samt líka, hún er ennþá ljóð, eins og ljóð eiga að vera einhvern veginn. Þú veist, það var alveg uppreisn í henni, hún er rosa mikið bara, þú veist, ég var búin að þú veist, eins og bara held ég Geirlaugur Magnússon að við bent á einhverjum dómi, ég var bara búin að lesa rosa mikið Allen Ginsberg og og ég vildi alveg vera með einhver læti og þú veist, kannski ekki, þú veist, ég vildi ekki alveg vera að skrifa þú veist, íslenskan knappan módernisma og það var, þú veist, kannski var þannig uppreisn í henni en hún var samt ennþá inn í formunu einhvern veginn, sem ég í ljóðum sem ég hafði lesið. Hún leit út eins og ljóð sem ég hafði lesið sem að strax Nýju Lobstað gerir ekki. Nýju Lobstað, brandarar, oratorик eru Nefi náttúrulega. Kannski nú aftur byrjaði orð sem að sko voru svo útfæld þegar við erum yngri erum kannski hætt að heyrast og þú veist, ég er að hika það að segja afbygging sko, en þú veist, einhver funksjónanna er eitthvað sem hefði á sínum tíma auðvitað er hægt að kalla afbyggingu sérstaklega kannski í oratorик eða hvað? Sko, jú, ég held að allar, sko, bara alveg, allar ljóðabækurnar mínar á þessu tímabili. Þú veist, það eru, þú veist, við getum sett í fönusnum eru ljóð inn á milli sem eru, þú veist, ljóð að þannig. En hún er náttúrulega, sem heild, er hún náttúrulega í fyrsta lagi margar ljóðabækur. Og sem sagt, og svona einhvers konar tilrauna ljóða lykill. Það var ég notaði alltaf svo mikið hann Jón Ingvi sagði í sjónvarpinu að ég væri hann sagði Eiríkur Eiríkur Snorri Sturluson 21. aldarinnar og ég notaði þetta óspart í kynningu þetta hefði verið sagt en hann var náttúrulega að meina þetta sem lýsandi einhvern en ekki dæmandi hann var ekki að segja ég væri skáldjöfur heldur ég hefði verið að skrifa eddu einhvers konar tilrauna eddu sem að gott blörb, sko, frábært með að vera að nota það sem maður getur. Ég setti líka utan á Ásgeir Þjófnaður, eitthvað svona Eiríkur Örn Norðdahl er einhver mesti sérfræðingur Íslendinga í höfundarétti eða eitthvað álíka sem að Kristján B. Jónasson lét út úr sér í einhverjum kaldhæðni kasti. Var það kaldhæðni? Sko, ég var mest upplýsti höfundur Íslands eða eitthvað svona. Jó, það var kannski ekki kaldhæðni, það var áreiðanlega gremja. Þú veist, hann var ekki að meina þetta mér til, sko, ég var að rífast við hann. Okay. Ég var búinn að vera að rífast við hann í marga daga kottumálið. Og sem að hann náttúrulega var útgefandinn á bókinni sem að þeir settu malakoffið inn í. Já. Og það er sem sagt Ásgeir Þjófnaður, það er inn í henni sem sagt alveg öll ritgerðin sem ég skrifaði kottumálið. Nei. Og sem sagt þetta skólast til sem sko 2 tímavittar fyrir mér, ég var ekki búinn að skoða þetta. Þetta er hvað er þetta, 2010 eða 11? Þetta er einhvern tíma, ég tók mig frí frá Ílsku og skrifaði hann alla á einu mánuði. Og sem sagt ég var búinn að vera að lesa höfundaréttarlög, þú veist, og skoða þetta og sem sagt því mér þótti þetta mjög áhugavert og sem sagt og var bara eitthvað einhverju endalausu Facebook-rifrildi við Kristján sem að og svo svaraði ég einhverjum öðrum eitthvað, þú veist, þetta er, þú veist, ég var eitthvað sæmdarréttur gildir, þú veist, að eilífu eða þú veist, það var eitthvað svona bara þannig, einhver útskýring á því hvað sæmdarréttur væri eða eitthvað álíka. Og þá kom þetta, þú veist, bara Eiríkur Örn Norðdahl, upplýsandi höfundur Íslandssögunnar í höfundarétti. Og ég tók þetta bara og setti þetta út í kápuna bókinni, sko. En ég las það aldrei sem kaldhæðin, heldur bara einmitt. Nei, kaldhæðin er náttúrulega kannski rangt. Þú mættir eiga það, einhvern veginn, sko. Já, ég veit ekki, kannski var ég að lesa þetta bara þannig að því að Kristján var, þú veist, hún var greinilega mjög uppsigað við mig þá, sko. Og hann náttúrulega hann er dásamlegur maður. Og en hann er alltaf mjög erfiður líka. Það er til. Það er til, sannlega. En 5 ljóð? 5 ljóð er svo kannski, já, ekki þetta. En þá var það kannski líka, bara vegna þess að það, þú veist, það var þá, þú veist, það var kannski afbyggingin sem ég þurfti að fara í. Eða skilur, þú veist, afbyggja eitthvað í sjálfum mér, eða hvernig ég var að nálgast
þetta þurfti eitthvað viðbragð við þegar ég þurfti nálgast hérna ljóðlistina öðruvísi. Manstu eftir því þegar ég stakk upp á hérna kósí-ljóða kvöldunum? Þegar Níl var búin að vera með ljóðapartí og fyllir í einhver 2 ár eða eitthvað. Og það gerðist alveg típist fyrir mig á þessum tíma. Valur og Þórdís Björns voru að halda eitthvað útgáfuhóf á Grand Rock sem var gott og blessað og það var haldið Nílkvöld og þetta var Nílkvöld og sem sagt þetta var Valur hélt á björnum og gerði triksið sem allir að halda á björnum meðan að vera að lesa ljóðið og svo var maður orðinn svo þreyttur í hendinni þegar ljóðið var að klárast og þá snerist það allt mjólkursýruna var að spýtast út í vöðvan á manni og það átti að halda björnum þá til þetta væri búið og var mjög gott og það var allir í svona, þú veist, það voru allir í formi. Málið var það, ég var búinn að sjá þetta allt áður. Það voru allir búin að lesa sömu ljóðin, það var búin að vera sama stemningin og það var eitthvað neginn ég varð eitthvað pirraður, þannig ég sem sagt fór, þú veist, bara heim og fór að blogga, þú veist, fór vestur og bloggaði þar eitthvað þetta væri nú orðið farið að verða mjög fyrirsjánlegt form, þetta Níl-kvöld einhvern veginn og þreytt einhvern veginn Og þetta þá 2004 kannski, eða 2004, já, hvað svoleiðis. Og það varð sem sagt það urðu náttúrulega, þú veist, allir mjög sárir sem að lesa og halda þetta kvöld einhvern veginn, að ég væri með þessa djöfisistæla sem sem voru mér mjög eðlislægir á þessum tíma. Þannig að ég gerði nú, já, en upp úr þessu, þá kom einhver svona umræða, ok, hvað maður það að gera? Og þá fékk ég hugmyndina, að það væri þetta að halda, ég man ekki hvort ég kallaði það kósí-ljóðakvöld eða hvað ég kallaði, það var hugmyndin dinner-ljóðlist, sem væri þá svona, þú veist, maður myndi skrifa bara svona lágstemt ljóð, bara svona rosa, þú veist, bara eitthvað mjög fallegt og lágt, sem gæti, þú veist, verið bara í bakgrunni í kvöldverðarbúði. Þannig að ljóðakvöldi væri bara sem sagt þú veist, já, við værum bara einhvern veginn að borða mat og við værum ekki að hlusta. Skilur, það er mjög mikilvægt, maður hlustar ekki á dinnertónlist, sko. Þú veist, heldur væri bara svona ljóð, við myndum svona mala í bakgrunninum alltaf, svona sem eitthvað svona. Þetta er bara eins og orðið ljósmóðir. Já, einmitt. Eitthvað þannig. Og ég vildi gera þetta sem andsvar við ljóðakvöldinu, sko. Og það náttúrulega hafði enginn áhuga á því. Þannig að það varð ekki úr heldur, sko. En það er kannski 5 ljóð kannski eitthvað skilt því, sko, að fara bara svolítið í hina áttina. En svo var reyndar, það vildi heldur enginn halda strippljóðakvölds, ljóðakvöldu mitt, sem átti að fara fram á Vegas. Það var og ekki sérstaklega. Var það viðbragðið sama útfóla á sama tímapunkti eða? Það var alltaf verið svipað leyti og það var áreiðanlega, mér fannst einhvern veginn, mér fannst, þú veist, á þeim tímapunkti það fannst mér alveg, þú veist, af því að ljóðakvöldi var, þú veist, viðbragð við einhverju sem var staðnað, þá fannst mér svo leiðilegt að það myndi staðnað sjálft, sko. Og mér fannst að vera staðnað sjálft. Þannig að það var sennilega, já. En ekki, þú nefnir það, þú veist, ég hef búin að gleyma þessu, sko, með kósí-ljóðið, og ég líklega þá, ég kannski ekki verið að lesa því í kvöldu, sko, ekki verið í hófnum sem að, Nei, þú kannski verið út í Berlín. En mér hugsað, einmitt, svona, þú veist, að því leyti sem þetta var allt svona einhver, dionýsísk sprengja eða svona sákraftur, sko, hann kannski hefur bara endingatíma sem er alltaf meira svona cirka ár og svo einmitt, þú veist, annarkoð, þú veist, þarf það að springa eða renna út í sandinn eða verða eitthvað annað eða það getur staðnað og verður bara orðið endurningu. En ég veit ekki. Þetta er náttúrulega, sko, þú veist, ljóðakvöld eða ljóða bara upplistur náttúrulega getur verið alveg dásamlegur en hann getur líka verið, þú veist, þetta er líka bara erfitt listform að setja upp, sko. Við vorum að tala þetta í dag, það var þessi upplistur á vegum Maístjörnunnar, þarna niðri Þjóðarbókhlöðu. Allt í lagi, þú veist, það var ekkert mikið af fólki. Þetta er fyrirlestarsalur sem er eiginlega alveg ofan í kaffeteríunni. Þannig að það var svona, þú veist, það heyrðist mikið mas inn, svona eins og fjarlægt mas þannig, þú veist, í kaffeteríunni sem að ég var svo sem ekkert ósáttur við en einhverjir voru ósáttur við og þú
þú veist, það kannski, þú veist, flestir hérna voru einhvers konar aðstandendur ljóðskáldana eða hérna, þú veist, og svo er þetta bara mjög settlegt. Við erum, þú veist, 5 mínútur á mann, hérna, við erum að lesa öll úr einhverjum verðlaunabókum, þú veist, og við erum öll bara fullur fólk og það var enginn fullur, þú veist, og það var einhvern veginn hérna, þú veist, og svo voru þú að tala um að síðast þá hefði þetta verið hérna í Skáldu bókabúðinni, hérna, sem er nú mjög, hérna, ég hef ekki verið að viðburðar, en er mjög, hérna, fín bókabúð, fínn staður, hérna, en það hefði verið bara alls ekki nóg gott, það hefði verið bara allt og lítið af fólki, gengið illa að fá fólk þangað, einhvern veginn, og þannig, sko, ég, sem sagt, sko, ég fór að hugsa sko, þegar Nýhilkvöldin byrjuðu, eða það leyti, að þá var einhvern veginn svona stærsti ímyndið óvinum sem ég hafði aldrei hérna farið á neitt þannig viðburð. En ég sá fyrir mér það sem hét hérna ljóðvinir hérna hittast í Gerðubergi, sem var alltaf eitthvað svona sem maður heyrði í útvarpinu. Ljóðvinir hittast í Gerðubergi. Er það bókasafn eða er það listasafn eða? Gerðuberg er menningarmiðstöð í Breiðholti. Já, sem er bæði bókasafn og gallerí og hérna. Einmitt. Og maður sá þetta fyrir sér sem sko, þú veist, einmitt 50 fólk sem að hérna hefði skrifað svona einhver settleg ljóð og hérna og væru svona, þú veist, væru í sjálfu sér bara svo vinsamlegir ljóðinu sem slíku og þú gætir eiginlega lesið fyrir það hvað sem er. Skilur, þau myndi alltaf finnast það skemmtilegt. Skilur, það var einhvern veginn, af því að ljóðið er svo lítið og viðkvæmt og það getur bara dáið ef þú ert ekki alltaf með því í liði. Þannig að hérna, að það væri einhvern veginn svona þannig stemning og þess vegna væri, sem sagt, þú veist, þetta Nýhilkvöld að geta, þú veist, þess vegna væri svo mikilvægt að maður myndi, þú veist, garga á Nýhilkvöldi og vera fullur og hérna, og einhvern veginn vera, þú veist, að það væri rugl og vitleysa og maður gæti verið dónalegur og gripið fram í og hérna, og farið upp á svið og lesið, bara, þú veist, þó manni væri ekki boðið það og hérna, og eitthvað svona sem já, ég veit ekki hvers vegna mér finnst þetta ekki endilega besta leiðin til að taka við ljóði í svona settlegum mér finnst eiginlega betra þá að lesa bara ljóðin sjálfur heima hérna já, hérna, sko, almennt ég var að rekast á bara hérna einmitt eitthvað vídeo á netinu ég gerði það fyrradag þar sem einmitt hérna þegar ég veit ekki hvaða ár það var eða hvenær þegar Godard nefndi ekki að fara á Cannes og hann var boðið þangað og eitthvað tekur það viðtal og spyr hversna ekki ég er búinn að fara þangað og svo spyr hann í þaula og ég myndi, þú veist bara sjá myndina bara sjá, þú veist, allt þetta bara að ég meina, viðburðir í kringum einmitt hérna miðla sem að sko tala ekki bækur sem maður les hvort með bókmyndahátíðir þeir eru alltaf þeir eru vald með farnir allavega. Já, það verður náttúrulega að vera sem sagt einhvers konar þú veist, þetta verður þá líka að vera performance eiginlega. Já. Og hérna Það er komin í annað form sko. Já, og það er ekkit endilega víst að það gangi upp fyrir alla sumir náttúrulega bara þeim það náttúrulega gefið einhvern veginn hérna og sum ljóð eru þú veist bara náttúrulega góð í upplestri og önnur ekki. Ég hef rekið mig á það til dæmis sko, ég hef lesið hérna Þríhjól í Svíþjóð nokkrum sinnum. Er það fyrir ég las bókina Já. en það er alveg síðan núna, Þríhjól í Svíþjóð er það ljóðið sem birtist í TMM áður? Það er oft fyrir Er það upptalið manni rétt, hérna þetta er Já. Það ómaði mér daginn, það er rosalega fallegt sko. Þetta er alveg svona, hérna, já. Ég hérna Það er orð sem maður á helst ekki að nota, sko, en ég veit ekki hvað ég annars er bara, rosa, hérna. Þetta er sem sagt, sko, þetta er orð, 13. apríl 2013, daginn sem dóttir mín fæddist, og við vorum sem sagt, við tókum saman aftur og við vorum skilin að borða sæng, ég og konu mín, og ég sem sagt fór heim af spítalanum þennan dag og stoppaði á pizzeríu, sömu pizzeríu þetta er í Vesturós í Svíþjóð, sömu pizzeríu sem ég stoppaði á þegar að sonur minn fæddist, þá var ég sendur heima þegar hann fæddist aðeins fyrir tíman, þá mátti ég ekki vera á spítalanum, en nú þarna þetta skiptið þá fór ég heim bara vegna þess að við vorum ekki par og
en já, þessi ofsalega sterka tilfinning fyrir því að sem sagt, þegar við byggum í sikkur á landinu og skilin og að ég myndi einhvern veginn aldrei verða, það gæti aldrei gengið upp að ég yrði sem sagt, pabbi hennar á þann máta sem mér finnst ég þyrfti að vera, eða ég ætti að vera, eða ég vildi vera eða hvað er. Og þetta er ljóð og ég hef sem sagt sko, þú veist, ég geti alveg sagt sko, já, þetta er langelsta ljóðið í bókinni. Og það er alveg að taka undir það, ég held að þetta sé fallegt ljóð, ég get alveg sagt það. Og það, þú veist, sem smíði, þú veist, bara einhvern veginn, sem gripur, þá virkar það þannig. En mér finnst ég, í öllu skipti sem ég hef lesið upp, og nú síðasta skipti var á Ljóð og vinum skömmu eftir að bókin kom út, þá finnst mér ég alltaf að hafa gert eitthvað rangt þegar ég las það upp. Eins og ég sé einhvern veginn að gera eitthvað vittlust við ljóðið. Ég sé að gera eitthvað við það sem eigi ekki að gera við þetta ljóð. Eins og ég sé að eins og ég sé að skreita mig með því, ef þú skilur hvað við. Sem að er sem er bara tilfinning sem að hún magnaðist einhvern veginn eftir því sem ég las það ofta, og þetta er ekki mjög oft, ég kannski lesið það 5 sinnum. Og þá lofaði ég sjálfum mig bara að ég myndi hætta að lesa þetta fyrir annað fólk. Af því að þetta er einhvern veginn bara svo ég ekki einhvern veginn, ég sá bara þú veist eins og ég var alltaf skítúri einhvern veginn. Af því að þetta væri eitthvað sem að væri, og ég upplifði það ekki þannig að fólk lesi það á blaði, sko. Það er eitthvað við það að ég standi með það í höndunum þó það sé persónulegasta ljóðið mitt og þó það sé einhvern veginn í raun og veru það sem er mest bara, þú veist, ég get sagt að ljóðmælandi er bara ég að tala, einhvern veginn, af öllu sem ég hef skrifað, að þá er samt eitthvað sem er rangt við það að, þú veist, að líkaminn minn sé að flytja það, þú veist, fram 13 árum eftir það að skrifað. Kannski hefur það eitthvað með tímann að gera, kannski hefur það bara verið vegna þess að ég er ekki lengur þarna. Og ég er, þú veist, að bara, já, hún hefur búið hjá mér allan tíð og ég er ekkert mjög langt frá því að hafa ekki alið hann upp, sko. Já, þannig. Þú þurfið að cosplaya sjálfan þig á öðrum tímapunkti, í öðru tilfinningulegu ástandi eða Já, kannski er það, sko. En það er líka bara eitthvað svona, eitthvað kannski er ég líka bara viðkvæmur fyrir því að sem sagt, sko, þú veist, einlægar tilfinningar mínar verði mjög auðveldlega að klámi þegar þær eru performenaðar. Þú veist, ég hef náttúrulega ekki fengist mikið við það að skrifa einlæga hluti og ég get sem sagt einhvern veginn og kannski finnst mér þeir ekki vera performance bara á síðunni. En svo þetta cosplay, eins og ég sé að leika bara, já, það er bara það. Eins og ég sé að leika sér á mig. En líka það, þú veist, ljóð sem að eru segjum, játning á tilfinningu. Þegar það heppnast vel, þá er það auðvitað verður annað og meira en það er ekki, þú veist, ég sagt. En þú veist, að segja ég elska þig er ekki ljóð. En þú getur orðið ljóð sem að tekur það eitthvað. En þessu texti er ég veit ekki, maður einmitt tónlistamenn eru náttúrulega mjög formuleg fyrir bara hvað þetta var að geta sko verið að flytja, ég þú veist, 20-50 ára komur lög eftir sjálf og sig. Já, einmitt. Með þess að jafningu tilfinningu frá sem eiga uppruna sinn á tilteknum stað og stund. Já, og það ástarlag til sko fyrstu konunni hennar af 5. Já. Sem er náttúrulega svolítið flókið, sko. Það náttúrulega er Kemur ímynda sér. Sko, sem sagt, netfangi mitt er náttúrulega Kolbrúnarskáld. Og Þormóður Kolbrúnarskáld er náttúrulega maðurinn sem sem sagt var alltaf hann orti sem sagt ljóð til hann þessar Kolbrúnar sem hvort hann var ekki, hann er í sérst fóstbræðsögu, það er mjög langt síðan lest á Gerplu og hann sem sagt byrjar á því að held ég yrkja það til Kolbrúnar en er þá þegar byrjar með annarri konu sem ég man ekki hvað heitir og hún kemst að því hann hefur ort ástarljóð til þessar Kolbrúnar
sem hann hefur sennilega legið með líka minni mig. Þannig hann kemur heim og þá hún verður alveg brjáluð, bara eitthvað, og hann snýr ljóðinu yfir á hana. Það tekur sama ljóð og skiptir bara út nafninu og eitthvað, þú veist, ég veit ekki, háralitnum með einhverju. Eins og Elton John gerði við Candle in the Wind. Já, nema bara frá einni ástkonu til annarar og með því settlar hann bara þetta mál og hún bara, það er gott, nú er ljóðið, nú er allt rétt aftur í heiminum. Nema hvað Kolbrún kemst að þessu og krefst þess að hann breyti ljóðinu aftur tilbaka sem að hann gerir og hvort hann fer ekki einhverja hringi með þetta, sko. Sem að Verður þetta til mannlíka í sögunni eða? Svo nú alveg, ég las þessa bók, eða þessar bækur báðar tvær í röð þegar ég var 20, sko. Það er alveg langt síðan, ég er svo minnislaus. Ég get ekki, það er talsvert mannvígi í þessum bókum. En ég man ekki hvort það er einhver út af þeim, sko. Hvað heitir ljóðatilin rænu aftur? Einu svona, þríhjól? Þríhjól í Svíþjóð. Í Svíþjóð? Já. Þríhjól í Svíþjóð. Af ljóðum bókarinnar, hvað er best að lesa upp? Fyrst það ég bara Svo ég skil þess að segja þarna. Sko, hin eru sjálf sér allt í lagi að lesa upp, sko. Og ég las Lyklavöld í dag, sem er sem sagt í raun og veru sem sagt sko ljóð sem er það er eiginlega affall af borgum. Borgir eru sem sagt þetta Hamraborgina og en Lyklavöld eru sem sagt einn kafli sem er var eiginlega orðinn of langur, hann var orðinn of plássfrekur inn í, af því að borgir eru sem sagt styttri erindi og styttri hugmyndir og þessi, þú veist, hugmynd er í svipum sem sagt gír, en hún var eiginlega orðinn of lang, hún var eiginlega orðinn eins og leikþáttur út af fyrir sig, þannig ég tók hana út og hafði hana bara til hliðar og hún er og svo er hún náttúrulega eiginlega líka með smá aukaþema sem það gerist í sjoppu og það er sem sagt maður sem kemur inn og honum er sagt að hann verði að fara, hann geti ekki verið hérna bara og hann þurfi ekki að fara heim, hann getur ekki verið hér eiginlega. Og þau eru svona að tala svo sem þetta afgreiðslukonan segir þetta við hann og þau eru á meðan hún er að selja mjólkurýsting og þau eru að tala þetta með þau eru að rífast það hvar og hvernig maður tilheyrir, hvað maður megi gera og hvert maður megi fara og sem sagt ég held að mjög svona, þú veist, augljós lestur að því þó það kom aldrei inn sé bara, þú veist, einhver svona no borders politík, sko að þú sért ekki, þú veist, engin manneskja eru ólögleg eða er einhver manneskja ólögleg, ertu rangur einhver staðar þar sem að hvað það þýðir og hver er það sem getur sagt þér að fara, sko og hvað er svo staðurinn sem þú stendur á, sko það er millispil í ljóðinu sem sagt hvað sem sagt bara hvað sé manngert samfélag eiginlega hvað sé undir, þú veist, öllu þessu malbyggi af því við gerum þennan skrýtna greinarmun á milli, sko náttúrunnar og svo sagt byggðarinnar eiginlega Það er svona uppgröftur í ljóðinu, lag fyrir lag. Já, og þú tekur, sko, þú endar þá áskilur, þú veist, það er náttúra þarna undir, einhvers staðar, myndi segja það væri bara undir öllu, þessu malbyggi er náttúrulega bara einhver mold einhvers staðar, og þú tekur bara borgina og ljósastörina og allt saman og fjarlægir það. Þú veist, hvað situr það eftir, sem er þá, þú veist, sem er, og svo er það þessi staðir sem við erum að standa vörðum, sko. Þú veist, það eru borgirnar sem við erum að loka fólki út úr, það eru sjoppurnar sem þú mátt ekki fara inn í. Og sjoppan er náttúrulega, í þessari bók af því að sjónarhornið í borgum sérstaklega er svo mikið sjónarhorn unglingsins það er svona það sem þessi unglingar er alltaf að henda sér út úr sjoppum af því þeir eru ekki að kaupa neitt það er alltaf svona mín kynslóð af unglingum, ég veit ekki, kannski unglingar í dag eru kannski alltaf með pening til að kaupa sér eitthvað en enga sjoppu, það er sjoppa á Ísafirði, það er Hamraborgin það er opin ég held að það sé ekki sjoppan einhver Reykjavík. Já, ok. Jú, í Grafarvogi, en það er lúgusjoppa, ég veit ekki með sjoppa sem það hangir í, sko. Það eru bensínstöðasjoppur, en það eru náttúrulega ekki hangsistaðir heldur. Hagkaup er helsti, Hagkaup í Skeifunnar út, sko, 24 tíma sólarhring. Já. Og þar er eftir miðnætti eða frá með eftir að dinnir, eða þú veist,
þá sko alveg urmull af unglingum og ungu fólki að þvælingi þar fram og aftur sko. En mollin, en Kringlan og... Þau loka fyrir. Já. Ekki orðið þetta sko. Í þessu landi eru 2 borgir úr steypu, gleri og stáli. 225 kílómetrar í beinni loftlínu skilja þar að. Borgirnar eru eins og í þeim býr sama fólkið. 2 borgir, 1 fólk, allt eins. Hér í þessum borgum er allt til og allt búið. Það er kók í flöskunum, salt á götunum og stutt í alla þjónustu. Baukar af kartöflukryddi standa uppréttir innan amboð og bragðoljur. Af og til pípir í símum til áminningar einhverjar áætlanir, en annars lætur tíminn lítið fyrir sér fara. Við innganginn eru spritt brúsar og skilti þar sem fólk er vinsamlegast beðið að fá sér. Það man samt greinilega eftir að hafa falið spritt brúsarna sína fyrir utan áður en inn var komið og ekki síður að hart hafi verið að því lagt á sínum tíma að fá sér ekki. Eitthvað hefur breyst en það veit ekki hvað. 1 fólk, allt eins, allt til og allt búið. Það ferðast yfir borgarmúrana á þess að veita því sérstaka eftirtekt, gengur undir sjálfvirka dyra opnara, hossast á hjólastólum yfir þröskulda, notar starfsmanna innganga, fer yfir á rauðu ljósi og skríður inn glugga þegar það tínir lyklunum sínum. En það veitir því enga sérstaka eftirtekt. Svona er þetta bara, svona hefur þetta alltaf verið. Þótt stoppistöðvar séu í báðum borgunum ganga engir vagnar á milli. Þeir sem á því hafa vit segja að slíkar ferðir gætu valdið öngþveiti. Fólk gæti tekið feil hvert á öðru, á vögnunum, leiðunum, farið upp í vitlausan vagn á vitlausri heimleið, jafnvel í vitlausum líkama. Eða bara gufað upp í einhvers konar mótsögn. Aðkomumenn segja flest í þessum borgum sjoppulegt og þá má til sanns vegar færa. Salernin eru sjoppuleg, klæðnaðurinn er sjoppulegur, veggirnir og veggjakrótið eru sjoppuleg. Meira segja tyggjóklessurnar eru sjoppulegri en gengur og gerist annar staðar, en annar staðar er líka helvítis lygi. Það er ekkert annar staðar, allt er hér, hér eru allir og þetta er allt sama klassan. Frammi standa moggar í bunkum, sunnudagsblaðið er útdatað í sósublettum og illa brotið saman, því þetta fólk veit ekkert verra og ekkert betra en Reykjavíkurbréfið. 1 fólk, allt eins. Það liggur makindalega og spena þegar það orkar, nærir sig á pulsum og ís úr vél. Það er athafnamenn í rúmgóðum bílastæðum, það er unglingar með Absolut Citron í Fanta Lemon, Monster í hálfslítra dósum og snjáða strætisvagnamiða á stórum spjöldum. Það er dúðaðir sérfræðingar í kulnun og hlýnun jarðar og öllum moðvolga kjaftaðinu þar á milli. Úti við glugga sitja unglingsstúlkur í hnapp. Þær eru með hendurnar innan undir úlpunum í óða önn að klóra af sér storkin svita þegar starfsmaður með upplitaða rauða svuntu kemur aðvífandi. Við lofum að kaupa eitthvað, segir bláhærð stelpa sem keypti ekkert í gær og ekkert daginn þar á undan heldur. Snögglega, hún segir það snögglega, eins og til að grípa fram í fyrir manni sem er ekki byrjaður að tala og ætlaði kannski ekkert að segja. Allt búið, allt til. Þegar starfsmaðurinn dæsir og fer, stendur hún á fætur og staulast út í nepjuna til að veipa. Stundum berst tónlist úr íbúðunum fyrir ofan og stundum matarlykt, stundum stunur eða söngl innan úr sturtuklefum. Upp í íbúðurnar berst aðalega umferðargnýr, bílaflaut og einu stunurnar sem heyrast eru stunurnar í loftudælum lúinna strætisvagna. Stundum er líka æft, en oftast er ómögulegt að segja hvort æft er út eða inn, upp eða niður. Það er bara æft.
Einn á fætur öðrum birtast þeir síðan, langir dagar þessara borga, á þess að neinum falli verk úr hendi. Allsnektir á víðavangi, örbirgð á berangri, íbúarnir löngu vanir, öllu vanir, landslag úr brekkum sem liggja upp í mót, þótt flestir eigi leið niður. Á svölunum baka til stendur maður í engunum að slopp og inniskóm og kallar eitthvað niður. Fólk drífur að úr öllum áttum með ís í brauðformi til þess að hlusta á heilræði og spádóma þessa manns sem segist sjá alla leið út á flugvöll, en sé reyndar ekki að fara neitt. Niðri á götunni eru orðans túlkuð þannig að hann hljóti að vera læstur úti. Einhver segist hafa séð skilti þar sem staðið hafi að lykilinn mætti finna í afgreiðslunni en engin man lengur hvar afgreiðslan eða einu sinni skiltið. Þegar kvöldatekur byrja myrkrið að gleypa manninn og þegar hann alveg horfinn heldur fólki heim til sín. Þetta er ekki páslegt.